Af hverju myndi doktor í félagsfræði bara skrifa grein gegn því sem þú ert að gera? Já, sko, ég hefði bara fyrst og fremst viljað að Víðir myndi mæta á æfingu. Það kemur einhver úr fræðasamfélaginu, Víðir Halldórsson, og byrjar að horfa á einhverja heimildamynd. Það var blasti við mér að þarna var verið að afreksvæða íþrótti barna. Það er verið að færa þjálfunaræði fyrir fullorðina yfir á börn og þetta er að sjálfsögðu gert til að búa til afreksfólk og það snýst afreksvæðingin. Strámaður er það að þegar þú býr til bjagaða útgáfu af sannleikanum og allir fara að ráðast á strámannin sko. Það kemur einhver og segir bara já, þetta er hérna frábær valdefling og allt þetta eitthvað svoleiðis og þá kemur þú með strámann og segir en það er ekki rétt að vera með early specialization og allir bara svona já, ég skil. Þetta er gömul og úrelt aðferðafræði sem að við þekkjum frá austantjálstjóðunum og mikið notu hérna í fimleikum til dæmis á sínum tíma. En núna er hún sett upp í nafni einhvers konar feminisma og þá á hún bara að vera allt í lagi. Og mér svo fyndi að sé að vera að ráðast á mig til dæmis með hérna að ég sé í elitvæðingu af því að það er enginn sem myndi segja að ég væri þar. Ég er í eljustefnunni og fólk gerur ofta mistök að halda sko að því að ég er að djöflast í einhverjum krökkum sem að enginn annar hefur áhuga á að auka virði. En það virðist vera bara svona einhver lína sem er þannig annarkvort ertu í félagslega þættinum eða þú ert í elitmennskunni. En þú veist, ég bæti við þriðjuvítinni sem er eljustefnan sko. Og hún er þannig að þú þarft að vera óslega duglegur að leggja hart að þér og allt þetta og við þurfum að kenna þér lífsleksíurnar. Lýðhelsu sjónarmiðin og félagslegu sjónarmiðin, þau eru mjög valid. Þú veist, að því að ég hef engan áhuga á atvinnumennskunni, sko. Nei. Mér finnst það að vera pornification á þessu öllu saman, sko. Það sem hann er að þjálfa er eljan. Það er ekki elitan og það er ekki almenna prógram fyrir alla, þetta er elja og þrautsja sem fólk þarf að fara í gegnum. Og honum er alveg drullið sama hvort hann sem er eitthvað rosalega hæfileikaríkan krakka sem að getur allt eitthvað svona, en ef að viðhorf barnsins er bara ég get allt, ég þarf ekkert að leggja á mig, það þolir hann ekki. Eina sem ég hef verið að gera er bara að kenna okkur núna, standa upp fyrir okkur, tala þú veist, hluti, rökhugsun. Ég er ekki að fatta hvað kvöldparturinn af þessu er. Hvað er kvöldparturinn af þessu? Þú veist, hvað er það sem þetta er bara svo lélir. Ég veit líka bara, þú veist, hvað er það, þú veist, að við séum að horfa á þetta, séum við að kæra hann og það kvöld, ef ég fatt ekki. Og líka veit bara fólk hvað kvöld er, þú veist, hvernig er það að skilja? Þú veist, við erum ekki að mæta, ég veit ekki, ég bara skil ekki hvernig maður á að, þú veist, rökraða við þetta að því ég fatt ekki alveg hvað, þú veist, ok, segjum mig þetta væri, að ég veit ekki. Þetta er svona early specialization, það er ekkert hægt það er ekkert hægt að neitt að rífast það sko, það er meira æfingamagn. Við höfum 4 æfingar í viku, við erum með hverja einustu mínútu skráða. Það er ekki bara verið að dokumenta hverja einustu mínútu sem við erum að gera, bara í XPS, hugbúnaði, heldur er verið að dokumenta allan tíma. Þetta er opnasta prógram landsins, sko. Fyrir mér er þetta bara legar, sko. Það var þarna hópur sem sagði hlustið á vísindin, en þá verða vísindin náttúrulega að stunda vísindileg vinnubrögð. En ástæðan náttúrulega fyrir því að HR klíkan þarna sem sagt ákveður að keyra á einhvern svona strámenn, ég kalla þetta bara strámann, var vegna þess að þau voru búin að hoppa á hana vagn fyrir.
Þannig að þegar þau sjá það að umræðan að fara í bara áhugaverð mynd og fullt af fólki að segja að þetta geggjum mynd En þetta náttúrulega bara allt karaktersköpun, karakterbilding, ekkert annað. Sko bara hvetja alla sem að þjálfa að koma og... Ég mjög heillaður af því sem verið að gera og þá fer Víðir Halldórsson í alla morgunþættina og byrjar að segja, nei, ég ætla að segja ykkur hvað eruð að horfa á. Þessi mynd er stilt upp sem að svona mjög fallegt og göfugt verkefni að valdefla ungar stúlkur. Jafnrétti og allt það. En þegar betur að gáð þá þetta í raun og veru ekkert annað en bara afreksvæðing barnaíþrótta. Það er bara verið að afreksvæða börn undir einhverjum hatti valdeflingar. Og hann er bara að ræða þetta og þá, þú veist, auðvitað viltu að þetta fólk náttúrulega bara segja þér hvað í gangi og þannig virkar þetta dálítið. Þannig að þetta er rosalega óábyrgt af þeim að nota diplómuna sína í valdi diplómuna sinnar og koma inn og ég held hún segir mér þess að í þessu viðtali einhvers staðar út frá þessari stuttu mynd sem ég hef séð en þetta er einhver smá ályktanir sem er búið að draga og þú pælir í því í raun og veru hvað á að hengja mig hún mætir hérna í þennan þátt til þess að bara, þú veist, akkur er ekki löngu búin að hringja í mig, akkur er ekki búin að tjekka á þessu. In Iceland, there's cases of or questions about inappropriate coaching behaviors. We've also seen it in swimming. Börn eru bara hreinlega ekki bara tilbúin í að takast á við það streitu valdar sem eru til í umhverfi sem við kallum afreksumhverfi. Ástæður þess að við ættum ekki að nota aðferði fullorðinna á börn og hvað afleiðingar það getur haft. Ég las pistil og hefur verið að hlusta á hann og ég er í öllum liðum sammála öllu því sem hann er að segja. Málið er bara að forsendurnar eru rangar. Heimildamyndin Hækkum rána. Þetta er náttúrulega kannski mjög ýkt dæmi af afreksmiðaðri þjálfun. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði og fleiri sérfræðingar úr þessum heimi segja að aðferðir Brynjars sé úrelt afreksstefna sem að sé skaðleg börnum og íþróttastarfi. Það er alveg svolítið svona þungt vægi yfirlýsingin frá fræðslufólkinu okkar í akademíunni, bæði greinin frá Viðari og Hafrúnu. Íslenska leiðin er bara þekkt og það er vegna þess að við erum með ákveðin prinsip sem eru að því að mér sýnist minnskosti þvert á það sem við erum að gera í þessari mynd, eða samkvæmt þessari mynd sem var sýnd til daginn. Og svo hef ég líka ég hef verið að velta því fyrir mér hvort að þeim líði eins og þeim sé eitthvað ógnað því að þessi hópur sem gagnrýndi mig hvað helst heldur út einhverju vefsíðu sem heitir sínum karakter. Ég hef meira segja verið í því að í svona kannski leiða til hlutverki að valdefla krakki gegn íþróttir og var einn af aðal hvatamönnum af verkefnum sem heitir sínum karakter. Svo er þetta náttúrulega líka dálítið þannig HR og Laugadalurinn virðist bara vera í mjög rómantísku ástarsambandi þannig að það er svo stutt á milli, þú ert bara með einhverja aðila sem eru alltaf að vinna fyrir sambandið og hafa hagsmuni þar en þú veist, á móti kemur eiga þá erfitt með að gagnrýna og vera með einhverja gagnrýni í þá átt. Þannig að það er rosalega elitvæðing í íþróttalífi á Íslandi sem að þessi hópur upp í HR geti verið að hamast í alveg eins og ég veit ekki hvað en þeir eiga að vera að rannsaka og gagnrýna eitthvað sem að eru jafnvel vinnuveitundur þeirra eða þeir sem að brauðfæða gagnrýnir ekki höndina sem fæði þig. Þegar Hækkum rána kom út sem er að hálfu leyti finnsk mynd það var mjög áhugavert að sjá til dæmis hvernig Hækkum rána lendi í Finnlandi þegar þeir höfðu enga forsögu þar voru einhver aðilar búnir að einhvern veginn að investa í einhverju hatrið eða einhverju stríði við mig nota bene, Finnar eru einn framsagnasta menntaþjóð í heimi I am happy to have some support also from the federation so far. For example, the head coach of our men's national league, Henrik Detman, he watched the film together with the head coach of the young basketball club, and they both are recommending this film for every coach in every sports in Finland
but also for the teachers. And next year, in 2022, the film will go to the school cinema. Fyrir það fyrsta, ef að fræða fólk á ekki geta tekið þátt í samfélagslegri umræðu ef að gera beina rannsókn á því, þá myndum við aldrei tjá okkur neitt. Skilur, vegna þess að eins og þú veist, það tekur bara langan tíma að gera rannsókn og ef ég myndi gera rannsókn, það myndi taka 1,5 ár. Ef ég þyrfti að kynna mér öll mál, þetta félagsfræði prófessor, ef ég þyrfti að kynna mér öll mál til hlítar, þá gæti ég aldrei tjáð mig á samfélagsmiðlum. Maður bara svona, og það segir engin neitt við þessu. Og svo kemur Hafrún Kristjánsdóttir í eitthvað podcast og segir að stelpurnar mínar séu útsettar fyrir því að verða fyrir ofbeldi í hjónaband. Við höfum rætt þetta saman, margir sálfræðingar, og þetta á svona kennslu element. Ok, ef þú ert að kenna þeim eitthvað þarna, að þá er það að beygja sig undir vald. Talaði við hvern sem þekkir til þessara stúlkna það hvort að þeim finnist það vera líklegar til þess að vera gelur sem myndir láta vald yfir sig. Þetta flottust stelpur sem ég bara nokkuð að verið í kringum, þú veist, í þessum momentum, ekki taka þær niður og þennan hátt, sko. Býtu, það er búið að kenna þessum stelpum hluti að miða við þessa stuttu stiklu, tek það fram, sem eru bara ekki hjálplegar ef það lenda í sambandi með abusive eiginmanni. How low can you go, maður? Andlegt ofbeldi, fólk sem lendir andlegu ofbeldi, er það ekki oft niðurbrotið okkar svoleiðis? Þú veist, við erum það ekki. Þú veist, ef ykkur er að tala við mig, ég stend fyrir mínu, en ég fatt ekki, þú veist, við erum ekki brotnir einstaklingar. Ef við hvað ég menna, þannig, já. Og ef fólk hefur svona verulegar áhyggjur af þessu, þá getur það alltaf bara mætt og bara séð hvað er í gangi þarna. Í staðan fyrir að vera eitthvað að sitja heima upp í sófa, borða snakk og skrifa eitthvað á Facebook, þú veist. Mætið bara og bara finnið bara rök sem styðja máli ykkar og svo getið alltaf að tala við okkur og ég hef nátt í einhverju messenger samskiptum við eitthvað á þessu fólki og það vill, en það bara vill alltaf hunsa okkur og sópa öllu undir borðið. Og allan tíman er ég búin að vera að kalla eftir málþingi einhverjum umræðum, ég og þau að setja saman og ræða málin, bjóðið mér upp í HR. Hafa þínir gagnrýnendur mætt eitthvað á æfingar hjá okkur? Engin? Ekki einn einasti. Hefur engin mætt? Engin af mínu gagnrýnendum, engin. Ég er alltaf að bíða eftir því að þau bjóðu mér í heimsókn. Raðið bara upp allir þessari akademíu og tökum debattið eins og við búum í síðu samfélagi, sko. Það má ekki vera fyrir luktum dyrum. Fáðan í heimsókn og leið okkur að battle it out, sko. Hvenær ætlar þetta fólk að fá mig í heimsókn og ræða málin? Þau vil ekki tala við mig, þau þor ekki að hitta mig. Ertu búin að bjóða þeim? Já, öll podcast vil að gera það aftur núna. Ekki einn einasti hefur áhuga á að hitta mig eða tala við mig. Hvar er betri vettfangur heldur en að ræða svona mál heldur en í háskóla umhverfi eða inn í einhverju menntastofnunum eitthvað? Þú veist hvað fasismi er þetta? Af hverju er mér ekki boðið inn? Þannig að sé hægt að bara mæta með alla hersveitina og bara jarða mig in person. Ég hefði reyndar meira gaman að ég bara taka umræðina að ég held að ég og þetta fólk hefur meira sameiginlegt heldur en ekki. Og ég er alltaf að kalla fólk út og bara biðja fólk að mæta mér, biðja fólk að hitta mig, fá einhver málþing, fá eitthvað í gang, að þá er fátum fína drætti, sko. Ég vil taka umræðina til dæmis við þetta sko fræðasamfélag sem er alveg stútfullt af fordómum og sko hún kom meira sem er fordómi hérna þegar hún ætlaði að byrja að segja sko við vorum að nota rosalega mikið einhverjum slæmum orðum og það er bara allt í lagi og þá bara leiðrétti ég hann. Ég var með kynjafræðing í samstöðun í dag og ég sagði bara, heyrðu, þú eru bara að bjóða mér upp í HÍ og hitta alla kynjafræðingana, þau munu aldrei gera þetta. Nei. Því líki bergmáls hellirinn, hverju einasta podcasti, þá segir bara, bjóðið mér, tölum saman, förum yfir þetta, nei. Hvað er þetta?
Þetta er þöggunin. Ég reyndi nú að fá hérna fólk sem ekki alveg sammála þínum aðferðum til þess að tala við okkur. Voru það fræðingar? Ég vil ekki nefna neitt. En gerum eitt, fáum einhverja fræðinga, ég ætla að koma þetta eftir viku, fáum einhverja fræðinga til þess að fara yfir þetta. Nei, þetta er fasismi. Þetta er fasismi. Ég hef tekið eftir því, Hafrún Kristjánsdóttir hérna sálfræðingur og yfir hérna íþróttadeildin í HR og víðir, þau stíga fram þegar hlutir verða current. Það er alltaf verið að setja mækin í andlita á honum og ég sá einhvern tímann þar sem hann var að vera að spyrja hann akkur handbolti vinsæll á Íslandi. Ég er bara hissa á að það hafa enginn gert athugasemd við, þú veist, hvert svarið hjá honum var. Hvað veldur þessu? Það er margt. Fyrsta lagi held ég að handboltinn hafi bara hentað okkur vel fyrir byrjuðum. Sko, handbolti leikur, það fjör, fullt af mörkum, barátta, keppni, tækni, inn í íþrótt. Við komum inn í íþróttina snemma, við erum strax góð, fundum til okkar, skiljuru, og það svona grefur sín í þjóðasálina. Why is Iceland regularly ranked among the world's happiest nations, especially in the United Nations World Happiness Report? I think it, relates to a lot of things. The location of Iceland, the small population, the community spirit, the connections between people, the civic society, we are an affluent society. Hann talar ofboðslega óábyrgt. En við höfum verið að ná alveg stórkostlegum árangri í íþróttum undanfarnum árum. Það sem einkennir þetta fólk allt saman og þessi lið þetta er mjög svona sterkar liðsheildir og sterkir karakterar. Þau standa fyrir svona mikla liðsýnd og mikil leiklið og mikil stemning og það er svona mikil fórnfýst í þessum liðum. Þá er það gerst að það er bara stanslaus straumur af blaðamönnum, fréttamönnum, heimildarmyndagerðarmönnum, þjálfurum, fræðimönnum, bara hvað er að gerast á Íslandi? Af hverju er þetta fólk að koma? Jú, vegna þess að það er eitthvað merkilegt að gerast þetta. Við erum að gera eitthvað rétt. Þú veist, svo bara kortir setna er bara algjör eyðimörk í árangri á Íslandi. Þegar landsliðsmennirnir voru að lenda hérna í Me Too flóðinu hérna á sínum tíma að því að hann er búin að vera að dásama þennan hóp að þá hoppar hann inn í það og vil meina það að nauðgunarmenningin hafi komið frá Bretlandi, sko. Við reynum á Íslandi í íslenski íþróttahreyfingu að leggja upp með uppeldileg gildi og kenna alls konar hluti, en í þessum erlendu knattspyrnufélögum þau eru bara fyrirtæki og bara ísköld svona afreksstefna sem gengur út á vinnarleiki, loka á tilfinningar, vera egoistar, sína hroka og þetta náttúrulega kemur til Íslands og færist hingað inn og allt það. Góðu félagsfræðingur sem að talaði það að gildin væri önnur til dæmis stelpumegin, sko. Þar getur bara farið í körfubolta sem í eðli sínu er þessi freki íþrótt en gert þetta á einhverjum öðrum gildum. Íþróttir kvenna eru miklu, kannski mörguleiti miklu bara heilbrigðar heldur en íþróttir kalla. Þú þarft ekki að vera að segja ljóta hluti við andstæðingana. Það er bara gamaldags hugmyndir, kallmennsku hugmyndir sem ég skilir ekki af hverju verið að tróða þessum flottu stelpum inn í þann heim, sko. Gildin í kvennaíþróttanum eru bara einhverju allt önnur, sko, veist, og það er ekki kynið sem ákveður gildin heldur eðli leiksins. Þú lappar ekki inn í hnefaleika með einhver kvenleg gildi og lætur bara bomba því í grímuna hérna, skilur það því að þú skilur hvað að fara. Þetta er svo mikið bullshit. Þú veist, og þá bara breyta leiknum bara þegar við erum með einhverja stelpur. Þú veist, að tala það að stelpur sé ekki aggressívar. In the aftermath. Everyone in the arena had to know this foul was coming. As soon as you saw Reese gets up right away to get in the face of